Við ætlum að kveðja Sigríði Dögg, afsakið hvað við förum nú grunnt í þetta, en þetta svo stórt mál, við náum ekki alveg utan þetta, en þakka þér fyrir að koma hjá því, gaman að sjá þig aftur, þetta fara aftur í blaðamennsku, Sigríður. Og ég ætla að fá inn Guðmund Inga Kristinsson fyrir þig, en ég ætla þá að nefna meðan hann skiptir, ég ætla að nefna þetta mál, þá er komið aftur á Ríkisendurskoðun. Það er þessi skýrsla Ríkisendurskoðunar bótasvik sem kemur og það kemur í ljósi vikunni að þessi skýrsla sem var tilefni til ægilegrar umræðu, það átti bara að fara að negla bótasvikara vinstri og hægri, það var bara samfélagi fullt af fólki sem var að svindla út bætur, en svo kemur í ljós að þessi skýrsla er byggð á danskri skoðanakönnun sem var mjög illa unnin, og þetta náttúrulega þetta alveg rosalegu skandal. Það ekki? Að mínu mati, jú, mjög. Og mér finnst nú að þeir sem stóðu í þessari vinnu og sérstaklega fyrrum ráðherra þessa málaflokks hefði nátt að biðjast afsökunar á þessu vegna þess að þetta eru bara falla prófi að mínum mati. Þarna verið að nota einhvern veginn rangar heimildir til þess að byggja ný lög á. Þetta eru að mínum mati óvönduð vinnubrögð og aftur snýr þetta að vinnubrögðum hjá opinberum aðilum og eftirlitsstofnunum. Það sem ég get ekki heyrt betur, þetta hafi verið skoðunarkönnun meðal sveitarstjórnarmanna og almennings í Danmörku, það sem er gert ráð fyrir einhverjum prósentum af bótasvikum og við erum að heimfæra það síðan niður á Ísland og upp úr því kemur síðan einhver upphæð og þá er farið í það að bregðast við miðað við þær upplýsingar. Einhver rosaleg umræða, Guðmundur. Hvað segir þú þessa skýrslu? Við heldum mótmæli, bæði mótmæli og heila ráðstöfni, Reykjavíkur þetta. Og það sem var undarlegast í þessu öllu saman var þessi svikahnappur sem kom upp eftir þetta. Og svo voru sett lög sem brjóta mannréttindi og persónuvernd á öryrkjum. Vegna þess að það var sett svo ströng lög að það ekki við bara settur undir fjárhagslega smásjá, heldur makarnir okkar líka. Og hugsa ykkur, ef að makinn lagði ekki alltaf borðið, þá var þetta svipta öryrkjan framfærslunni. Og við mótmæltum og tölum við stjórnmálamenn og aðra og það var eini aðalinn sem bæði afsökunar voru Píratar. Þeir báðast afsökunar þegar samþykktu þetta allir. En það er ekki versta með þetta við þessi svik er það að svikin sem við erum að hafa gert þá á sín tíma það var kannað þessi litlu svik sem í Tryggingastofnun, það er að vera fullfrískir einstaklingar að skrifa sig úr sambúð til að fá barnabætur. Það voru þetta svikið sem komu upp. En síðan er það svik kerfisins gagnvart okkur sem er miklu alvarlega. Við tókum til dæmis núna fyrir bara rúmi viku síðan, vorum við fund í Grand Hotel og þar fenguðu Helgu Jónsdóttir sem er lögfræðingur gerði ritgerð persónuafsláttinn frá 88 til dagsins í dag. Og það sem sló mig mest var það, og ég fór líka í því að skoða skatta og skerðingar og keðjuverkandi skattaskerðingar. Þetta er skelfilegt orð, það er eitthvað svona til. Og við komumst að því að í dag ætti persónuafsláttur að vera 103.000 skall. Persónuafsláttur ætti að vera 103.000 krónur. Miðað það sem var lagt upp með þegar staðgreiðslan var tekin upp. Já, þegar staðgreiðslan tekin upp, þá er grunnlífeyrir, tekjutrygging og heimilisuppbótin skattlaust, plús þau átt upp í lífeyrissjóðstekjur 20-30%. Þannig að, en við tökum bara einstakling sem er með 280.000 skall í dag sem er... En hvað er persónuafslátturinn núna? Hann er 52.000. Hann er 52.000, ætti að vera 103. Já, hann ætti að vera tvöfalt hærri. Já, hann ætti að vera 280.000 skall, ætti að vera skattaskerðing á listu í dag. Það er það sem átti að fá borgað. Og þess vegna er það svo skrítið ef við tökum þessa tölu, 280.000 skall. Einstæður öryrki sem býr einn, hann fær þessa tölu. Og hann borgar 50.000 í skatt í dag. 50.000 krónur. Hann bara við þetta, eins og ég segi, það er ein góð lausn í þessu sem við getum gert bara strax í dag. Hætta að skatta fátækt. Því það leiður okkur bara til sárra fátæktar. Skatta fátækt? Skatta fátækt. Við erum að byrja að skatta við 145.000 krónur. Fátækt er að merkja í dag um 280.000-300.000. Við erum konið sára fátækt. Við erum að skatta sára fátækt. Og hver gerir það? Og þetta er nefnilega, þetta er refsikerfi sem er svo keðjuverkandi skerðingar. Eins og taka einfalt dæmi. Ég þarf mikið að lyfjum kannski og fæ lyfjakort og læknisþjónustu upp á 15 skall. Síðan fæ ég bensinstyrk að ég hjólastól upp á 15 skall. Þá er ég búinn að fá 30.000 styrk. Á sama tíma er ég á leigumarkaði og ætla að fá húsaleigubætur upp á 30 skall. Nei, það er ekki krónu. Þessi styrkir skerða hana. Þið trúið þess ekki og ég ætla að sýna ykkur ennþá dæmi. Örorkulífeyrir sem missir maka sinn, 50 ára gamall, fær 47.000 krónur í dánabætur fyrir manni sinn í
hjá Tryggingastofnun. Öryrki sem missi manni sig. Já. Krónu á móti krónu tekið ber. Allt hitt. Dánarbæturnar koma til skerðingar á örorkubótunum. Já. Krónu á móti krónu. Þessi krónu á móti krónu skerðing er mannréttindabrot. Þetta er ljótasta dæmi og ég kalli þetta refsikerfi mannvonskunnar. Að búa til svona kerfi fyrir veikt fólk, gamalt fólk og láta það vera í svona kerfi og til dæmis bara á sama tíma við getum verið að tala fólk sem er að fá útborgað úr séreignarsparnaði. Spáði það. Þú átt að nota þennan séreignarsparnaði upp í húsæli eða að kaupa hús eða eitthvað. Einstaklingur á örorkubótum fær þetta. Árið seinna, 1. júlí, það var áður 1. ágúst, nú er þetta 1. júlí skelfingardagur okkar, þegar kemur skerðingarpappirina frá Tryggingastofnun. Skelfingardagur þegar koma skerðingarnar koma? Já, frá Tryggingastofnun. Þessi maður sem 300.000 lagði upp í húsnæðiskostnaði sinn, öryrki fær rukkun 25 krónur á mánuði í 10 mánuði 300 skall færi. Sko það má eiginlega segja að út frá þessum tölum sem hér eru nefndar að öryrki sem býr einn eða aldraður sem býr einn og hefur engar aðra tekjur og að fá 230.000 eftir skatt, að ef að hann fær einhverjar atvinnutekjur, ef hann getur aflað einhverjar smá, segjum 100.000, þá myndi hann vegna þessara skerðinga halda eftir 30.000 krónum, 70% eru teknar af, þannig að það er ekki nóg með það að það sé verið að skattleggja fátækt, heldur þarna auðlegðarskattur á fátækasta fólkið á Íslandi, 70% takk. Fólk áttar sig líka, það er allt undir styrki, fæðingarstyrki, menntastyrki, bara hvaða styrki sem þeir heita, ef þessi öryrki sem er með 280 og sem á að vera þessum lægstu bætum, sem á að lifa því sem þeir segja hæstu bætur í dag, 280.000 krónur, það er 229.000 krónur útborgað, ef hann fær 80.000 krónur úr lífeyrissjóði, 0. Ef hann fær 50.000 krónur atvinnutekjur, 0. Ef hann fær 106.000 krónur í styrki, fæðingarstyrki, alls konar styrki, 0 á mánuði. Og ég sé hver býr til svona kerfi og hversu í ósköpunum þessi kerfi, akkur núlstillu veit ekki. En það er búið að búa til svona óbúslega flókið kerfi til þess að fólki sem er á undir högg að sækja, ég ekki segja það. Og svo er það versta við að vísu eins og með húsnæðisbæturnar, þú veist það í strax að það skerða það þegar nú er reiknað mánuð til mánuðar og þeir voru með að reikna upp desembermánuð sem er mánuð sem farið svona desember uppbótan og það var notað líka til að skerða. En síðan er það versta þegar þú dettur onni í einhvern pitt, þú sækir eins og til dæmis þú sækir dánarbæturnar og færð kannski og þú veist að fá bæturnar í 10 mánuði. Síðan 1. júlí kemur bakreikningur. Ég fengið þannig út úr minnum þegar ég var á húsaleigumarkaði að ég átti að fá 30.000 krónur húsaleigubætur, svo fór ég inn í 15, svo fór ég inn í 0 og svo fór ég að gá, veitu, hvað var það? Akkur var ég að fá þetta? Þetta var í hruninu. Þá hækkaði lífeyrissjóður minn. En Tryggingastofnun lækkaði alltaf á móti. Ég var ekkert fór meira innkomur. En af því að lífeyrissjóður hækkaði, þá hirtu vera húsaleigubætur. Þannig að ég fór að reikna og ég var með þess að kunni mínus, lífeyrissjóður minn skertur 100.000, skattaður í spað, síðan er húsnæðisbætur teknar á mér, síðan barnabætur, hefur þetta áhrif á barnabætur, vaxtabætur og allt saman. Þannig að ég hefði getað tekið lífeyrissjóður minn á hendan. Þannig að það sem að þarf að gera er að er eitt sem er skiljanlegt í þessu kerfi, menn að tala um þetta sé flókið og bútarsveimur og svo framvegis, en hann náttúrulega tilkominn vegna þess að menn að búa til einhverja réttláta lausn sem þeim finnst við að úthluta takmarkuðu fé og þess vegna fara að horfa til aðstæðina fólks og ert þú að fá eitthvað annar staða frá og svo framvegis. En þegar við svona skoðum þetta í grunninn þá er það alveg rétt sem Guðmundur Ingi segir hérna að þarf að skoða kerfið frá grunni, það getur ekki verið rétt. Þú eigir að skerða tekjur fólk sem er þarna algjörlega á botnum. Já, bara þetta að mér finnst þetta mjög mikilvæg umræða og mér finnst þetta mjög niðrandi orðræða í þessari skýrslu og í þessari varðandi þessi bótasvik, mér finnst þetta mjög miður, en það sem að því ég sagði nú, ég væri nú bjartsýn fyrir hönd þessari ríkisstjórnar því ég tilheyri henni og ég vil gera vel, að það er að við erum með það á dagskrá hjá okkur, það stuðningur við öryrkja verið algjörlega endurskoðaður og meðgreiðslur vera hækkaðar og aðstoð við atvinnuleit og við ætlum að fara út í alls konar mótvægisaðgerðir. Já, það við munum gera það. Ég hef verið fundarstjóri á fundum í Öryrkjabandalaginu þegar að tala um þetta og ég geti talið upp þá stjórnmálamenn sem hafa mætt og ég þarf ekki einu sinni fingur annar handar til þess. Mér finnst þetta sinnuleysi svo mikið, þetta kemur svo óvart, þau eru að boða fólki áfundi hjá sér og það er undantekning að koma, ég get nefnt, ég held þessi 3 stjórnmálamenn sem hafa verið á þeim fundi sem ég hef verið. Kom eitt síðast, núna fyrir ykkur síðan, en það sem annað sem ég tók eftir í skerði, ég fór rétt út skerðingarna, hversu mikið er verið að skerða lífeyri og annað, lífeyrissjóðirnir er að halda upp þessu kerfi.
Við komum í skýrslu frá lífeyrissjóð, Landssamband lífeyrissjóða, þar kemur fram að við merðum mínus 0,2% landframleiðslu til almannatrygginga. Skerðingar og skattar á lífeyrissjóðunum okkar halda kerfin uppi. Má ég aðeins taka fanskan fyrir stjórnmálamennina? Sko, þessi mál hefur verið gríðarleg umræða inn á þingi. Og menn hafa, margir stjórnmálamenn hafa svona lagt Það má hlusta á fólkið. Á að gera það, ég er alveg sammála því. Ekki hvert annað, hlusta á fólkið. Nei, ég hef hlustað heilmikið á fólkið. Þakka ykkur fyrir það, það er ánægilegt að hafa ykkur hérna, Ögmundur, Theodóra, Sigurjón Magnús Egilsson Sme kallaður og Guðmundur Ingi. Við höldum áfram að tala Brexit og svo borgarmál